Jæja, þá ætlum við að byrja aftur. Að byrja frá Sálmi 101. Ja. And then we will go to Romans chapter 3 also. Og svo förum við í Rómverjabréfið 3. kafla á eftir. Okay. Psalm 101, yeah. Sálmur 101. Let's pray. Father in Skulum heaven. byrja. Father in heaven, Faðir í himninum, we praise you. við lofum þig, We thank you. þökkum þér, Thank you for sending us Jesus þakka þér að senda okkur Jesú to die til að deyja for us, fyrir okkur to take on himself our sins og taka á sig syndir okkar and our sicknesses og sjúkdóma and our pains. og bara kvalir. Father, we are so grateful Við erum svo þakklátt that we were redeemed að þú hefur endurleyst okkur through his sufferings í gegnum þjáningu hans and that he did it for us, og hann gerði það fyrir okkur. not only for us here, Ekki bara fyrir and okkar but for the whole world. eða ekki bara fyrir okkur heldur fyrir allan heiminn. I thank you for your love Þakka þér fyrir kærleika þinn that is just as strong now sem eins sterkur nú as it was when you offered your son. eins og hann var þegar þú gafst son þinn. In Jesus' name, Í Jesú nafni. amen. Amen. I don't know how many of you have heard about a man called Charles Ég veit ekki hversu Blondin or Blondin, I don't know how you'd pronounce it. Blondin, we say. Hafið heyrt mann sem heitir Charles Blondin? Blondin. Yeah. Já. Hvernig sem það borið fram? Yeah. He was the first, sorry? Okay. I'm not sure. Já, ég ekki viss hann hafi verið ljósarður. He lived 150 years ago. So. Hann var uppi fyrir 150 árum. But he was the first, he was a tightrope walker, an acrobat. Hann var piperoad Tightrope. Já. How do you say it in Icelandic? Tightroad. Línudansari. Línudansari. Okay, Yeah. já. Okay. So he was a tightrope walker, an acrobat. Línudansari. He was actually French. He had another name. Hann var franskur og hann bara líka eitthvað annað nafn. But that was his artistic name, I guess, Charles En það var Blondin. listamanna nafnið hans, þetta Charlie Blondin. But what is special about him En það sem var sérstakt við hann is that he was the first guy to walk on a tightrope across the Niagara Falls. Að hann var sá fyrsti sem að gekk yfir Nígeríu fossana. Yeah. Niagara fossana, já. Yeah. Á línu. Alina. Já. It was in 1859. 1859. And it's quite a stretch. I think it's 340 meters across. Og ég held að það séu 340 metrar yfir. To the Canadian side. Yfir á Kanada síðuna. And it's 49 meters up. 49 metrar upp. That's quite something that you can walk on a Svolítil hæð. Well, he did it. Hann gerði það. And he walked across. Og hann gekk yfir. 25,000 people watched him. 25.000 manns horfðu á hann. And when he came to the other side, og þegar hann kom yfir á hina hliðina, he rested for a short while. Þá hvíldi hann stund. And then he walked back. Og síðan gekk hann yfir. And when he came approximately in the middle. Og svo kom hann in the middle of he stopped. Og hann stoppaði þar. And he took a camera that he had on his back.
og hann tók myndavél sem hann hafði á bakinu, It's not the small ones that we have today. ekki þessar litlu eins og við höfum í dag, It's the big ones. þessi var stærri, And he took it and he took a picture of all the crowd. og hann tók þessa myndavél og tók mynd af mannfjöldan And he walked all the way back. og síðan gekk hann alla leið tilbaka. But a year later, En árið síðar, in 1860, 1850, he was scheduled to walk this distance again. að þá var átt hann að ganga þessa leið aftur. And there were some visitors from England, Og það voru gestir frá Englandi, royal, konunglegir, yeah, and among them was the Duke of Newcastle. og meðal þeirra var djúkapá. Newcastle, yeah. Yeah. And Ég veit ekki hvernig á að bera þetta fram. and this time Og í þetta skipti, he took a wheelbarrow að þá tók hann hjólbörur and then he walked across og gekk með hjólbörur yfir. and then he walked back. Og svo gekk hann aftur tilbaka. And when he came back, Og þegar hann kom tilbaka, he went up to the Duke, þá fór hann upp til Hertog, Hertogans, já, yeah, and asked him, og spurði hann, do you believe I can do this with a person in the wheelbarrow? trúir þú að ég geti gert þetta og með mann í hjólbörun? And the Duke said, yes, of course. Og hertogin sagði, já, auðvitað. And then he says, well, you are welcome to sit. Þá sagði hann, já, þú ert velkomin að setjast í. No, Nei, said the nei, Duke, nei, I don't nei, want nei, to do nei, it. nei, ég vil ekki gera það. So he looks at all the Svo hann people that had leiti gathered, yfir allt fólkið and he asked them, og spurði, do you believe I can do it with a person in the wheelbarrow? trúið þið að ég geti gert þetta með mannesku í hjólbörunum? And all of them nodded, yes, we Og believe you allir can do it. nikkuðu og sagðu, já, þú getur gert það. Is there anyone that want to? Einhver Come and help me, he sem asked. vill hjálpa mér? And nobody came. Enginn kom. And he looked at the people and said, is Han- there no one that believes that I can do this? Enginn sem, hann leita fólki aftur og sagði, enginn sem trúir að ég geti gert þetta? Then there was an old woman, Þá var það eldri kona. and she came forward, Hún kom fram and she said, I will volunteer. og hún sagði, ég býð mig fram. I believe you can do it. Ég trú að þú geti gert það. So she went up into the wheelbarrow, Og hún settist upp í hjólbörurnar and he went over with her og hann fór yfir með hana and came back. og kom tilbaka. Do you know what Vitið that þið hvað? woman was? Vitið þið hver þessi kona var? It was his mother. Það var móðir hans. She believed in him. Hún trúði á The hann. other people said they believed in him, Hinir sögðu að þið tryði á hann, but she believed he could do it. en hún trúði að hann gæti gert það. She trusted him. Hún treysti honum. Let's read Psalm 101 Lesum Sálm 101, and verse 6. vers 6. It says, I will look with favor on the faithful in the land, Augu mín horfa á hina trúföstu í landinu, and they will dwell with me. að þeir megi búa hjá mér. David says, I will look with favor on the faithful in the land. Davíð sagði að hann myndi horfa með velþóknun á fólkið í landinu. There is another English Bible translation Það er önnur ensk þýðing that says that I shall choose for my companions the faithful in the land. að ég mun velja sem félaga mína hina trúföstu í landinu. Most people I know prioritize faithfulness very high. Flesti sem ég þekki að þeir setja trúmennsku mjög hátt. We look for faithfulness in all areas of life, Við leitum eftir trúmennsku á öllum sviðum lífsins. in all our connections, Í öllum okkar samböndum, in our family life, okkar fjölskyldulífi, in our marriage, hjónabandi, in our churches, kirkjónum, on our jobs, vinnunni, among our friends. meðal vin okkar. We want faithfulness. Við viljum trúmennsku. We seek people that are faithful, Við leitum að fólki sem trúfast. both in spiritual and temporal matters. Þeir sem bæði á andlega og náttúrulega sviðinu. It's the same that David did.
Það er sama og Davíð gerði. He looked for the faithful in the land. Augu hans horfði á hina trúföstu í landinu. He wanted them to be his companions. Hann vildi að þeir byggju hjá sér. The thing is, when we have been let down in life, Málið er að þegar einhver hefur brugðist okkur í lífinu, it can become difficult for us to trust other people. þá getur orðið erfitt að treysta aftur öðru fólki. I mean, both in families and in churches and on the job. Bæði fjölskyldum, kirkjum og í vinnunni. If we have been let down, it's very hard to trust. Ef að einhver hefur brugðist okkur, þá er erfitt að treysta aftur. But if you have been let down again and again and again and again, En ef að þú hefur verið svikinn aftur og aftur og aftur og aftur, it will have a very negative effect on our lives. þá hefur það mjög neikvæð áhrif á líf okkar. And it becomes almost impossible to trust other people. Og það verður jafnvel ómögulegt að treysta öðru fólki. And in most cases, you will distance yourself from others. Flestum tilfellum þá myndu fjarlægja þig frá öðrum. This can influence our understanding and our fellowship with God also. Haft áhrif á skilning okkar í samfélaginu við Guð einnig. In a negative way. Á neikvæðan hátt. So that it will be difficult for us to even trust God. Svo það verði erfitt fyrir okkur að treysta Guði. Because we have had no one that is trustworthy. Vegna þess að við höfum engan sem við treystum á. Why should God then be trustworthy? Af hverju ætti Guð þá að vera traustsins verður? So David, he looked for faithful people. Svo að Davíð, hann leit eftir trúföstu fólki. And you can talk to any pastor in the world, that's the kind of people he wants. Og þið getið talað við hvaða pastor sem í heiminum, það þannig fólk sem hann vill. There are three things I want us to know about faithfulness or God's faithfulness. Það þrennt sem að mig langar að við vitum trúmennsku og trúfesti Guðs. I want to read from Romans chapter 3, verse 3 and 4. Lesa frá Rómverjabrefinu 3. kapla, vers 3 og 4. Here it says, what if some were unfaithful? Does their faithfulness nullify the faithfulness of God? Hvað það, þótt nokkrir hafi reynst ótrúir, mundi ótrúmennska þeirra að engu gjöra trúfesti Guðs? And then he says in verse 4, by no means. Svo segir hann í versi 4, fjarri fer því. Let God be true, though everyone were a liar. Guð skal reyna sannorðu þótt hver maður reynist lygari. As it is written, eins og ritað that you may be justified in your words and prevail when you are judged. Til þess að þú reynist réttlátur í orðum þínum og vinnir þegar þú átt mál að verja. The first thing we must understand Það fyrsta sem við þurfum að skilja is that we must know that man's unfaithfulness does not affect God's faithfulness. Að við þurfum að skilja að ótrúmennska manna hefur ekki áhrif á trúmennsku Guðs. No matter what man or human beings have done to you, Sama hvað maður eða einhver mannleg vera hefur gert þér, how many times they have failed you, hversu mörgur sinnum þeir hafa brugðist þér, it does not affect God. það hefur ekki áhrif á Guð. He is always going to be faithful. Hann mun alltaf vera trúfastur. That's why it's so important Þess vegna svo mikilvægt that we do not focus on people að við séum ekki með athyglinna á fólki or experiences that we have had or others have had, eða reynslum sem við höfum haft eða aðrir hafa haft, but instead we focus on God. heldur að við beinum athyglinni á Guð. And we are going to see the importance of that in a short while. Og við ætlum að sjá eftir stund mikilvægi þess. Let's read a verse from 2 Timothy chapter 2. Annað Tímóteusarbréf kapli 2. Timothy 2, Annað Tímóteusarbréf kapli 2. verse 11, 12 and 13. Vers 11, 12 og 13. Paul says to the young Timothy, Páll segir við hinn unga Tímóteus, he says, the saying is trustworthy, for if
we have died with him, we will also live with him. Já, það orð satt að ef við höfum dáið með honum, þá munum við og með honum lifa. If we endure, we will also reign with him. Ef við stöndum stöðugir, þá munum við og með honum ríkja. But if we deny him, Ef við afneitum honum, he will also deny us. þá mun hann afneita oss. Þá mun hann og afneita oss. I want you to notice the next verse. Og síðan vil ég beina því til þín að næsta vers. In this Bible it says, if we are faithless or unfaithful, Í þessari þýðingu segir, þótt við séum vantrúa eða ótrúir, he remains faithful. þá hann samt trúr. So even though you or someone else is unfaithful, Svo jafnvel þó að þú eða einhver annar sé ótrúr, it does not affect God. þá hefur það ekki áhrif á Guð. He remains faithful. Hann verður trúr. So here is lesson number 1. Og hér leksía nummer 1. Man's unfaithfulness cannot affect God's faithfulness. Ótrúmennska Guðs hefur ekki áhrif á ótrúmennska manns hefur ekki áhrif á trúmennsku Guðs. And I want you to think about what we spoke on the first lesson. Og ég vil að við hugsum það sem við töluðum áðan í fyrstu leksíunni. That all scripture is inspired by God. Öll ritning innblásin af Guði. And think about it. God remains faithful no matter what we do, what everybody else does. Og hugsaðu Guð, hann verður trúfastur sama hvað við gerum eða sama hvað hver annar gerir. The second thing I want you to remember today Það númer 2 sem ég vil að við munum í dag is that we must remind ourselves að við þurfum að minna okkur á and each other og hvert annað of God's faithfulness towards his promises. Trúmennsku Guðs viðvíkjandi fyrirheit hans. I would like to read from the 5th book of Moses. Mér langar að lesa frá 5. Mósebók. Deuteronomy, I don't know how you call it. 5. Mósebók. Yeah. The 5th book of Moses, chapter 32, verse 1 to 4. Kapli 32, vers 1 til 4. And this is Moses who speaks. Og þetta Móses sem að tala. And he says, give ear, O heavens, and I will speak, and I let the earth hear the words of my mouth. Og hann segir, hlusti þér himnar, því að nú mun ég mæla, jörðin hlýða á mál munns míns. May my teaching drop as the rain, my speech distill as the dew, like gentle rain upon the tender grass and like showers upon the herb. Kenning mín streymi sem regn, að ræða mín drjúpi sem dögg, eins og gróðraskúrir á grængresið og sem þungregn á jurtirnar. For I will proclaim the name of the Lord, ascribe greatness to our God. Ég vil kunngjöra nafn drottins, gefi Guði vorum dýrðina. And then comes verse 4. Svo kemur vers 4. I want you to notice what Moses wants Israel to know. Ég vil að við tökum eftir hvað Móse vildi að Ísrael vissi. How he describes God. Hvernig hann lýsir Guði. He chooses some words to remind Israel. Hann velur orð til að minna Ísrael á who God is. Hver Guð And he says in verse 4, the rock. Hann segir í versi 4, bjargið. His work is perfect. Fullkomin verk hans. For all his ways are justice. Því allir vegir hans réttlæti. Then it says a God of faithfulness. Svo segir hann trúfastur Guð. And without iniquity. Og tállaus. He is just. Réttlátur. And upright is he. Og réttvís hann. These are the characteristics Moses wants Israel to know. Þetta þessi karaktereinkenni sem Móse vill að Ísrael þekki. Now they stand at the border to the promised land. Nú standa þeir á landamærum fyrirheitna landsins. And Moses knew that he was not allowed into the land. Og Móse vissi að hann fengi ekki að fara inn í landið. So he speaks to Israel. Svo hann talar til Ísraelsmanna. And what he tries to get Israel to focus on. Og það sem hann reynir að fá Ísrael til að beina athyglinni að. It's not the giants in the land. Ekki risarnir í landinu. But who God is. Heldur hver Guð And one of the things that he describes God as is a rock. Og ein lýsingin sem að hann lýsir Guði bjarg.
and that he is a faithful God. og hann trúfastur Guð. I will say this. Ég mun segja þetta. This is my opinion. Þetta mitt álit. I don't think we can know God really Ég held að við getum ekki virkilega þekkt Guð until we know his faithfulness. þar til við þekkjum trúfesti hans. It's one of his main characteristics. Þetta eitt af aðal einkennum hans. These are the things that Moses wants Israel to remember. Þetta það sem Móse vill að Ísrael muni. How is it with us? Hvernig það með okkur? I want to go a little bit back to what I said Mér earlier langar this að morning. fara lítið tilbaka með það sem ég sagði á þessum morgni. The scriptures are inspired by God. Ritningarnar innblásnar af Guði. He has breathed his spirit into Hann his hefur word. andað inn í ritninguna. That's why his word and God are one. Þess vegna það orðið hans og Guð eitt og hann eitt. You cannot separate those Þú two. getur ekki aðskilið hann frá orðið sínu. And if we can get the attitude that God is my rock and he is faithful, Ef við getum haft þetta viðmót að Guð bjargið mitt og hann trúfastur, if you can say that of God, ef þú getur sagt það Guð, you can say that about the word of God. þá getur þú sagt það orð Guðs. Because he has breathed into his word. Því að hann hefur andað inn í orð sitt. His word is a rock, Hans orð bjarg, is always faithful. hann alltaf trúfastur. I read, I don't know if this is a joke or not, but I read a story about two little boys. Ég veit ekki hvort brandar eða ekki, ég las sögum tvo litla drengi. And I really admire the spirit of this one boy. Og ég bara dáist af anda annars drengsins. Because he mentioned something his mother had said. Hann myndist á eitthvað sem móðir hans hafði sagt. And then his friend says, no, that's not right. Og þá sögðu vinir hans, nei, þetta ekki rétt. But the boy said, well, it is so, my mother said it. Það það því að mamma sagði það. But his friend said, no, it's not true. En vinur hans sagði, nei, þetta ekki satt. And he says that and the boy said, if mother said it, it is so. Hinn sagði aftur, ef mamma segir það, þá það svoleiðis. And if it is not so, Og ef það ekki svoleiðis, it is so if mother said it. að þá það samt þannig af því að mamma sagði það. That is the attitude I would like that we would have to God's word. Þetta það viðmót sem við ættum að hafa gagnvart orði Guðs. I remember a Baptist preacher in the Faroes once said, Ég man eftir baptista predikari í Færeyjum sem eitt sinn sagði, many years ago, fyrir mörgum árum. he had met someone on the streets of Tórshavn. Hann hafði hitt einhvern út á götu í Þórshöfn. And this person tells him, you really believe what the Bible says, that a big fish swallowed Jonah? Og þessi manneskja spurði hann, trúirðu virkilega sem Biblían segir að einhver stór fiskur hafi gleypt Jónas? And he said, yes, Og hann sagði, já, I certainly do. ég vissulega gjöri svo. And if the Bible said Jonah had swallowed the big fish, I would believe that too. Ef að Biblían hefði sagt að Jónas hefði gleypt stóra fiskinn, þá hefði ég líka trúað því. When you come to that point, Þegar þú kemur að þessum punkti, you have tested the word of God to be true. þá hefur þú reynt Guðs orð að vera You satt. have tested God to be faithful. Þú hefur reynt Guð að vera trúfastur. You have come beyond that point where you ask, is this really the word of God or not? Þú komin langt fram yfir þann punkt að hugsa eða segja, er Guðs orð satt eða ekki? That's where God wants us to be. Og það þar sem Guð vill að við séum. He wants us to take him at his word. Hann vill að við tökum hann á orðinu. He wants us to be people who dare to sit in his wheelbarrow. Hann vill að við séum fólk sem vogar sér að setjast í When hjólbörurnar hans. he walks across the big gorge. Þegar hann fer yfir Nígara fossana. Eða djúpa gilið. Or are we like the rest of the people? We say, oh yeah, we believe you, but Eða no, erum thank við you. eins og afgangurinn af fólkinu sem sagði, já, ójú, ég trúi þér, en við erum ekki tilbúin að reyna það. So we Ganga need út that af. kind of an attitude. Svo við þurfum að hafa þetta viðmót. So Moses tries to
install into Israel who God is. Svo Móses reynir að imprenta inn í Ísrael hver Guð And one of the words he uses is faithfulness. Og eitt af orðunum sem hann notar trúmennska. Trúfesti eða trúmennska. Yeah. If we are in the 5th book of Moses, let's turn to chapter 7. Förum í 7. kaplan í 5. Mósebók. 5. Mósebók 7. Verse 1. Vers 1. It says, when the Lord your God, still Moses. Þetta enn Móses, þegar drottinn Guð þinn leiðir þig. When the Lord your God brings you into the land that you are entering to take possession of it, and clears away many nations before you, the Hittites, the Girgasites, the Amorites, the Canaanites, the Perizzites, all these sides, 7 nations more numerous and mightier than you. Þegar drottinn Guð þinn leiðir þig inn í landið sem þú heldur nú inn í, til þess að taka það til eignar, og hann hefur stökkt burt undan þeim mörgum þjóðum, Hetitum, Girgasítum, Amorítum, Kananítum, Peresítum, Hevítum, Jebsúítum, 7 þjóðum sem eru fjölmennar og voldugri en þú. Yeah, I know, it can be a challenge to read all those names. Það getur verið áskorun að lesa þetta. But then in verse 6, En síðan í versi 6, he says, for you are a people holy to the Lord your God. Því að þú drottni Guði þínum helgaður líður. The Lord your God has chosen you to be a people for his treasured possession. Þig hefur drottinn Guð þinn kjörið til að vera eignalíður umfram alla þjóðir. Out of all the peoples who are on the face of the earth. Sem á yfirborði jarðarinnar. It was not because you were more in number than any other people. Ekki var það fyrir þá sök að þér væru fjölmennar en allar aðrar þjóðir. That the Lord set his love on you. Að drottinn lagði ást á yður. And choose you. Og kjöri yður. For you were the fewest of all peoples. Því að þér eru allra þjóða minnstir. Here it comes. Hér kemur það. But it is because the Lord loves you. En sökum þess að drottinn elskar yður. And og it's not the only reason that God loves you. Og það ekki bara eina ástæðan að Guð elskar þig. But it says, and is keeping the oath that he swore to your fathers. Og að því hann vildi halda eiðin sem hann sór feðrum yðar. That the Lord has brought you out with a mighty hand and redeemed you from the house of slavery. Drottinn leysti þig út úr þrælahúsinu undan valdi Faraós. I want you to notice in verse 1. Og í versi 1. Moses says, when the Lord your God brings you into the land. Móses sagði þegar Guð þinn leiðir þig inn í landið. He doesn't say if. Hann segir ekki ef. The Lord will bring you in. Ef, hann segir ekki ef. He says when. Hann segir þegar. Moses was very sure that God would bring them into Móses var the alveg promised land. mjög viss að Guð myndi færa þá inn í fyrirheitna landið. Why? Af hverju? Why was Moses so sure about Af hverju that? var hann svo viss? We read that and the answer is in verse 9. Svarið í versi 9, við lesum það þar. It says, know therefore. Fyrir því skalt þú vita. Know therefore. Fyrir því skalt þú vita. That the Lord your God is God. Að drottinn Guð þinn hinn sanni Guð. The faithful God. Hinn sanni trúfasti Guð. Who keeps covenant and steadfast love with those who love him and keep his heldur commandments. sáttmálan og miskunnsemin í 1000 ættliði við þá sem elska hann og varðveita boðorð hans. To 1,000 generations. Komandi kynslóðir. For many generations. Margar kynslóðir. So Moses always spoke from the perspective that God is faithful. Svo Móses talaði alltaf frá því sjónarhorni að Guð væri trúfastur. That God is faithful and he always keeps what he promises. Og Guð væri trúfastur og hann héldi alltaf það sem hann lofaði. And that's how Moses spoke to Israel. Og þannig talaði Móse við Ísrael. I'm not going into the promised land, he said. Ég fer ekki inn í fyrirheitnalandi, sagði hann. But you are going. En þið farið. And that is sure. Og það fullvíst. Because God is faithful. Því að Guð trúfastur. He always keeps what he has promised. Hann heldur alltaf það sem hann hefur lofað. And he promised hundreds of years ago. Og hann lofaði fyrir hundruðum ára síðan. To a man called Abram. Manni sem kallast Abraham. That lived maybe
700 years before, 500 years before at least. Sem var á lífi kannski 500-600 árum fyrir þessa atburði. He promised Abraham that he would bring his descendants into Hann this land. lofaði Abraham að hann myndi færa niðja hans inn í landið. So Moses was quite sure. Svo að Móse var alveg viss. That's why I'm saying you cannot know God fully until you know how faithful he is. Þú getur ekki þekkt, þess að segja, þú getur ekki þekkt Guð fyllilega fyrir þú þekkir trúfesti hans. It's one of his main characteristics. Þetta eitt af aðal eðlis einkennum hans. Do you know someone that you don't trust fully? Þekkir einhvern sem hún treystir ekki fyllilega. You never know if you can trust them or not. Veist aldrei hvort þú getur treyst þeim eða ekki. God is not like that. Guð ekki þannig. He doesn't play games on you. Hann ekki að leika einhvern leik við þig. If he has promised it, Ef hann hefur lofað því, you can be sure he's þá going to keep getur þú it. verið viss að hann mun halda það. He will never come to you and say, no, I know I gave that promise, Hann mun aldrei koma til þín og segja, já, herði, jú, ég veit ég lofaði þessu, but I'm not going to keep it. en ég ætla ekki að gera svo. I changed my mind. Ég skipt skoðun. He's not like that. Hann ekki þannig. Every word, every promise Sérhvert that he spoke orð, sérhvert fyrirheiti sem hann hefur talað, has his breath in it. hefur andadrátt hans í því. He is one with that word or promise. Hann einn með því orði og því fyrirheiti. And it's not only good when it was spoken, Og það ekki bara gott þegar það var talað, but years afterwards it has still the same power. heldur árum og áratugum eftir að þá það enn satt. Okay, here's my last point. Og hér síðasti punkturinn minn. We need to not only know that God is faithful, Við þurfum ekki bara að vita að Guð trúfastur. we not only need to remind us that he is faithful, Við þurfum ekki bara að minna okkur á að hann trúfastur. but we must judge or consider him faithful. Heldur þurfum við að dæma og líta á hann sem trúfastan. Let's read from Hebrews chapter 11. Lesum frá Hebreabréfinu kafla 11, And verse 11, vers 11. it's about a very famous woman. Það mjög þekkta konu. His man is probably more well known than she is, Maðurinn hennar kannski þekktari heldur en hún but she has the same faith as he had. en hún hefur sömu trú að hann hefur. We always talk about Abraham Við tölum alltaf Abraham because he is the father of them that believe. af því að hann faðir þeirra sem trúa, But he had a wife, en hann átti konu and she had also faith. og hún átti einnig trú. And I'm going to read from verse 11. Og ég ætla að lesa frá versi 11, Hebreabréfið 11:11. It says, by faith Sarah herself received power to conceive. Og já, fyrir trú, býtum nú við, my Does it verse say starts differently on there? Abraham, og þó var Sara óbyrja, okay, Verse 11? verse 11, by faith Sarah herself. Yeah, it's different here. Fyrir trú öðlaðist Abraham kraft til að eigna son, þó var Sara óbyrja og hann kominn yfir aldur. Okay. Yeah, it's Okay. through faith also Sarah. Yeah, most okay, English translations translate it lesum this hérna way. bara King James The Faroese one too. But it says, þýðinguna. it says, by faith Sarah trú. herself received. Þá fyrir trú, þá meðtók Sara einnig kraft til þess að meðtaka sæðið. Yeah. Even when she was past the age, Jafnvel þó hún væri komin yfir aldur fram, since she considered him faithful who had promised. því að hún leit á hann sem trúfastan sem fyrirheitið hafði gefið. This verse states that Sarah received power by faith. Þetta orð segir okkur að Sara, hún meðtók kraft fyrir trú To get a baby. til þess að eignast barn. And you think, oh, that's not a problem to get a baby. Og þú segir kannski, já, það ekki vandamál að eignast It's barn. very easy. Mjög einfalt. For some it is. Fyrir suma það svo, Not for Sarah. ekki fyrir Söru. She had never had a baby. Hún hafði aldrei eignast barn. She was a barren woman Hún var óbyrja all her life.
allt sitt líf. But when she was 90 years old, not 19, but 90 En years þegar hún old, var 90 ára, ekki 19, the Lord came and visited her. þá kom Drottinn og vitjaði hennar. And he talked to Abraham. Og hann talar fyrst við Abraham, And he says to Abraham, og hann segir við Abraham, this time next year, your wife is going to have a á child. þessum tíma á næsta ári þá mun kona þín eignast barn. Do you know what Sarah did? Veistu hvað Sara gerði? She laughed. Hún hló. And the Lord told her, you laughed? Og Drottinn segir við hana, hlóstu? You know what she said? Veistu hvað hún sagði? No, I didn't laugh. Nei, ég hló ekki. But the Lord said, you laughed. En Drottinn sagði, já, þú hlóst. Here it says, by faith, Sarah received that power Segir to það conceive. fyrir trú, þá fekk Sara kraft til að eignast barn. How could she come to the point where she, at 90 years of age, Hvernig gat hún komist á þann stað 90 ára gömul, she had never had a child, aldrei haft barn, she couldn't have children, gat ekki eignast börn, and now she was past the age where you og can have a nú hún child, komin fram yfir þann aldur sem konur eignast börn, and the Lord tells her, you will have a child in 1 year. Drottinn segir að þú munt eignast barn að ári liðnu, So God gives her a promise. svo Guð gefur henni fyrirheit. She laughs at the promise, Hún hlærað fyrirheitinu, but God repeats it and says, en Guð, hann It's true. endurtekur sig og segir, you're going to have a child. það satt, þú munt eignast barn. So imagine the situation Sarah is in. Hugsaðu kringumstæðurnar sem Sara er í. On one side, she has never had a child. She couldn't have children. Annars vegar, þá getur hún, hafði hún aldrei eignast barn og gæti ekki eignast börn, And now she is past that age where she og nú hún komin biologically can fram have a yfir child. þann líffræðilega aldur sem hún getur eignast barn. Impossible. Ómögulegt. On this side, Hérna, she has a promise. þá hefur hún fyrirheit, You will have a child. þú munt eignast barn, So what are you going to believe? svo hverju ætlar að trúa? When she got that promise, Þegar hún fekk þetta fyrirheit, she didn't believe. þá trúir hún ekki. She laughed. Hún hlær. But here's the funny thing. En hér er það sniðuga. On another instance, God had told Abraham that he would have a child with Sarah. Á öðrum tíma hafði Guð sagt Abraham að hann myndi eignast barn með Söru, And then it says that Abraham laughed in his heart. og þá er líka sagt að Abraham hló í hjarta sínu. So they both laughed at Svo þau this. bæði hlóu. This is impossible. Þetta er ómögulegt. This is too funny. Þetta er of fyndið. We have tried for 70 years. Við erum búin að reyna í 70 ár She has never been pregnant. og hún hefur aldrei orðið ófrísk. Now it's impossible. Og nú er það ómögulegt. So Sarah was in an impossible situation. Svo að Sara var í ómögulegum kringumstæðum. She could lean on Abraham and say, you believe God. Hún gat svo sem hallast þér Abraham og sagt, heyrðu, trú þú bara Guði. It's your fault. Þetta er þín sök. You don't believe God enough. Þú trúir ekki Guði nóg. But she didn't. En hún gerði það ekki. And he was the father of those who believe. Og hann var fæðin þeirra sem trúa. He is the man that God talks about when God talks about faith. Hann er sá maður sem Guð talar þegar talað trú. Look at Abraham. Sjáuð Abraham. So she could just look at him and say, oh yeah, you believe. Svo hún gat bara hort á hann og sagt, já, ok, þú trúir. But she didn't. En hún gerði það ekki. She took it into her own hands. Hún tók þetta í sínar eigin hendur. First, she laughed, yes. Fyrst hló hún, já. But the thing is, it says that by faith she received power. En það segir að fyrir trú fekk hún kraft. So from the point where she laughed to the point where she believed. Já, frá þeim tíma að hún hló og til þess tíma að hún trúði, There was a process. þá var ákveðið ferli. So how did she go from seeing only the impossible situation, Svo hvernig kom hún frá þeim stað að sjá bara hið ómögulega naturally, biologically, á náttúrulegan og líffræðilegan hátt, to believe that this impossible promise could happen? til að á þann stað að trúa því að þetta ómögulega fyrirheiti gæti ræst. She had to come to a point Hún where she þurfti að- either believed this or that. Hún þurfti að koma á þann stað að hún annarkvort trúði þessu eða ekki. And we are many times in that same Og við erum situation. oft á þessum stað. There are things
that happen in our lives Það eru hlutir sem gerast í okkar lífi that naturally seem impossible. sem to að us. virðast náttúrulega ómögulegir. And then we can read God's promises and say, okay, God wants to change this. Svo lesum við Guðs fyrirheiti og sjáum Guð vill breyta þessu. And you may laugh and say, okay, God promises, but Og þú hlærð kannski af Guðs fyrirheitum. so how do you come from the laughing part to the believing part? Og hvernig kemur þú frá þessum hlæjandi stað inn á þennan trúandi stað? Let's read that verse again. I know it's not the same in Icelandic. Við lesum þetta vers aftur, ég veit að það er ekki eins á íslenskunni. It said, by faith Sarah herself received power to conceive. Fyrir trú þá egnaði Sara kraft til þess að fæða. Even when she was past that age. Jafnvel þó hún væri sem sagt komin fram yfir aldur. Do you know why? Vitið af hverju? It's because she considered him faithful. Vegna þess að hún áleit hann sem lofað hafði trúfastan. The word consider Orðið að álíta it also means to judge. þýðir einnig að dæma. Means that you have been in a process. Sem þýðir að þú hefur verið í ákveðnu ferli. Should I believe this? Á ég að trúa þessu? Or should I believe this? Á ég að trúa þessu? Should I believe this? Á ég að trúa þessu? Or should I believe this promise? Á ég að trúa þessu? Should I believe the Á ég að trúa þessu? natural? Þessu náttúrulega? Or should I believe the promise? Eða á ég að trúa fyrirheitinu? Where are you? Hvar ertu? What she did was Það sem hún gerði, she asked herself. hún spurði sjálfa sig, Or actually she told herself. hún sagði sjálfur sér. This promise is impossible. Þetta fyrirheiti er ómögulegt. This is what nature, what the biology says. Þetta er það sem náttúrulögmálið og líffræðin segir. And this is what the promise says. Þetta er það sem fyrirheiti segir. This is impossible. Þetta er ómögulegt. But she went from only looking at the promise En hún fór frá því að líta aðeins á fyrirheitið to look at the one that gave the promise. til að líta á þann sem gaf fyrirheitið. Imagine Hugsaðu þér, if a person came to me, ef einhver kæmi til mín, let's say one of my friends came to me. einhver af vinnum mínum kæmi til mín, It's one of my friends that I cannot trust einhver af þeim sem ég get ekki treyst, because he says a lot of things. vegna þess að hann er búinn að segja ýmislegt, He never keeps what he promises. hann heldur aldrei það sem hann lofar. And if you imagine he came to me and told me, I'm going to give you $1 million. Og ég myndaður að hann kæmi til mín og segði við mig, ég ætla að gefa þér $1.000.000. How do you think I would react? Hvernig held ég að ég myndi bregðast við? Okay, I Okay. need $1 million. Já, ég þarf á milljónum að halda. This is a nice promise. Þetta er bara fallegt fyrirheiti. Thank you very much. Takk fyrir. No, I would go beyond the promise and look at the one who promised. Nei, ég myndi fara aftur fyrir loforðið og líta á þann sem er að gefa fyrirheitið. And I would judge Og ég or myndi consider dæma eða líta á that this person never keeps his promises. að þetta er manneskja sem heldur ekki lofur sín. And I would ask the question, Og ég myndi spyrja spurningar. is this person even able to give me $1 million? Er þessi manneskja yfirleitt færum But then að another gefa friend comes $1.000.000? Then another En svo friend, kemur annar vinur til mín. let's say he's one of the richest men in Europe. Hann er einn af þessum ríkust í Evrópu And he says, Polly, I'm going to give you $10 million. og hann segir, Póli, ég ætla að gefa þér $10 milljónir. I would have a very different reaction. Ég myndi hafa mjög ólík viðbrögð. Because I would not only look at the promise, Ég lít ekki bara á fyrirheitið, but I will also look at who made that promise. ég lít líka á hver er að gefa þetta lofur. He's able to make that promise possible. Hann hefur allt sem þarf til þess að uppfylla lofurðið And he always keeps what he og promises. hann heldur alltaf öll sín lofurð. So I would start to react accordingly. Svo ég myndi bregðast við eftir því. That's what Sarah did. Það er það sem Sara gerði. She had a promise. Hún fekk fyrirheiti, lofurð, She had an impossible situation. og hún var í ómögulegum kringumstæðum. She started to look beyond the promise. Hún byrjaði að horfa aftur fyrir lofurðið, fyrirheitið, And she started to look at the one that gave the og hún promise. byrjaði að horfa á hann sem gaf fyrirheitið, And she started to remind herself, og hún byrjaði að minna sjálfa sig á, oh,
He promised that and he kept it. Hann lofaði þessu og hann hélt það. He did that for Abraham. Hann gerði þetta fyrir Abraham He did that for me. og hann gerði þetta fyrir mig. And she went through a process Og hún fór í gegnum ferli when she considered God. að hún dæmdi Guð And she judged him faithful. og hún dæmdi hann trúfastan. And when she came to the point where she said, God is faithful, Og þegar hún kom að þeim punkti að hún sagði Guð trúfastur, she took the promise. þá tók hún loforðið And she got a child og hún eignaðist barn when she was 19. þegar hún var 90 ára. Fantastic. Það stórkostlegt. Well, maybe not you want a child at 90. Kannski viltu eignast barn 90 ára, But there may be something else in en your það life. gæti verið eitthvað annað í þínu lífi You have to go through the same process. að þú þarft að fara í gegnum sama ferli. You have to find a promise, Þú þarft að finna fyrirheiti what God has þar promised sem concerning Guð you, hefur lofað viðvíkjandi þér and then you have to come to the point where you consider him faithful. who og has svo given þarft that að promise. koma á það stað að þú dæmir að hann sé trúfastur. Okay, let's end with this. Við skulum enda með þessu. Hebrews chapter 10 Hebreabréfið 10. kafli, and verse 23. vers 23. It says, let us hold fast. Höldum Já. fast við játningu vonar vorar án þess að hvika, því að trúr sá sem fyrirheiti hefur gefið. Yeah, let's hold fast the confession of our faith. Höldum Or fast. hope without wavering. For he who promised is faithful. Höldum fast við játningu vonar vorar, því að trúr sá sem fyrirheiti hefur gefið. To hold fast, Að halda fast, this word to hold fast, þetta orð að halda fast, it means to hold down. það þýðir að halda niðri. Yeah, Já, hold halda down. niðri. I don't know if you have tried to hold an animal down. Ég veit ekki hvort þú að reynda að halda einhverju skepnu You niðri don't want it to escape. sem vill flýja. That's the same thing that God wants us to do with his promises, Þetta það sama og Guð vill að við gerum með fyrirheiti hans, with our confession of his með promises. játningu okkar. You need to say or speak those promises. Þú þarft að tala út og segja fram þessi fyrirheiti. That's what Abraham did. Það sem Abraham gerði. God told him to change his name. Guð sagði honum að So skiptum nafn. every time he said his name, Svo í hvers skipti sem hann nefndi nafnið hans, he spoke the promises of God. þá talaði hann út fyrirheiti Guðs. So we need to hold fast Svo að við þurfum að halda fast. the confession of our hope, Játningu vonar okkar because God is faithful. vegna þess að Guð trúfastur. He who promised is faithful. Hann sem fyrirheitið hefur gefið trúfastur. Já, trúr sá sem fyrirheitið hefur gefið. So let me end with this question. Svo leyfðu mér að ljúka með þessari spurningu. Would you get in the wheelbarrow? Myndir þú setjast í hjólbörn? If you were there 150 years ago, Sam, Ef að þú hefði verið þarna fyrir 150 árum síðan, would you get into that wheelbarrow? hefðu þú sest í hjólbörurnar? Why was it only one person that went into Á that? hverju var það bara ein manneskja sem var tilbúin að fara í hjólbörurnar? Because she judged him able. Vegna þess að hún dæmdi hann hæfan. She knew him. Hún þekkti hann. She knew what he could do. Hún vissi hvað hann gat gert. She trusted him. Hún treysti honum. If it was God Ef það who var was doing Guð it, sem var að gera svo, would we step into his wheelbarrow? myndum við setjast í hjólbörurnar hans. Let me tell you what helps you to go into that wheelbarrow. Let me tell you what would help you Já. to step Leyfðu into. mér að segja þér hvað hjálpar þér að setjast í hjólbörurnar. That is that you know the person who holds. Það að þú þekkir manneskjuna sem heldur hjólbörurnar. When you come to the point where you say, oh, he is a faithful Þegar God, þú kemur að þeim punkti og segir, já, hann trúfastur, I can trust him fully. ég get treyst honum algjörlega, I will lay my life down ég for him. legg líf mitt niður fyrir hann, He will take care of me. þá tekur hann
Hann mun sjá mig because he is faithful. vegna þess að hann trúfastur. Amen. 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 Já. Þökkum bara fyrir gott orð í tíma töluð og við ætlum að hittast hérna aftur klukkan 6:30 í kvöld. Það